ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst komið að því aðeins að tala verðlaunasamkeppni nýtingu á lághita. Er ég að ná þessu rétt? Já, lághita. Já, lághita á norðaustur eða Norðurlandi. Já, Norðurlandi eystra. Já. Við erum svolítið að fókusa á Norðurlandi eystra. Segðu mér bara til að byrja með hvers vegna bara datt ykkur það í hug að fara út í þetta? Heyrðu, það hlutverk EIMS sem er félagið sem ég er að stýra í rauninni að vekja athygli á bættri nýtingu á orkuauðlindum á Norðurlandi eystra og líka svolítið á magni jarðhita á Norðurlandi eystra. Ég veit ekki hvort að það gera sér allir grein fyrir því hvað það er rosalega mikill jarðhiti á svæðinu og mikið af honum er að fara til spillis og þá náttúrulega lághitinn sem nýtist ekki í raforkuvinnslu. Og getur nefnt okkur eitthvað dæmi það sem að kannski fólk ætti að kannast við? Já, það er náttúrulega Krafla, náttúrulega heimsfræg svo sem, og náttúrulega Þeistareykir, þar sem verið að virkja núna fyrir Bakka á Húsavík og náttúrulega svo sem inn á kerfið og þetta eru náttúrulega mjög fræg og þekkt jarðhitasvæði og svo náttúrulega erum við að nýta eins og á Akureyri bara erum við að nýta reyndar lághita til þess að hita húsin okkar. Þetta er ótrúlega dýrmætt auðlind og það er mikilvægt samt að við séum að nýta hana vel og skynsamlega. Og svo horfum við á vatnið spreyjast út úr Vaðlaheiðargöngum? Nákvæmlega, okkur fannst nefnilega Vaðlaheiðargöngin og vatnið þar út af því að það hefur fengið kannski svolítið slæmt orðspor á sig út af því að þetta náttúrulega hefur óhjákvæmilega slæm áhrif á jarðgangnagerðina sjálfa en það breytir því ekki að þetta er dýrmætt auðlind sem er hægt að skapa verðmæti úr. Og okkur finnst einstakt tækifæri til þess þarna. Og hvaða möguleikar eru fyrir hendi að nýta svona lághita? Því maður hugsar kannski oftar háhitan? Einmitt og rafmagnsframleiðsluna, en það er nefnilega ekkert minni verðmæti í lághitanum og það er hægt að gera svo margt við hann. Það er náttúrulega snjóbræðsla til dæmis sem er náttúrulega þekkt notkun og kannski ekkert svakalega spennandi en mjög gagnleg. Það er náttúrulega ylrækt, eða það er að segja eins og í gróðurhús. Og það er nú það sem er svolítið merkilegt fyrir okkur Íslendinga. Við höfum svo mikil tækifæri til að nýta lághitann einmitt í ræktun og þar getum við verið að rækta miklu meira heldur en við erum að gera í dag. Maður á kannski ekki og ég er alls ekki að gera lítið úr því hvað við erum óbúslega góðið að rækta tómata, paprikur og gúrkur og gerum náttúrulega bestu paprikur, tómata og gúrkur í heiminum. Þá gætum við verið að framleiða miklu meira og þar með draga úr innflutningi eða þörfinni á innflutningi og þar með minnka kolefnisspor grænmetis sem er náttúrulega mjög mikilvægt sérstaklega í samhengi við skuldbindingar okkar í tengslu við COP21. En svo og mögulega, maður hefði náttúrulega lítið á lághita í bara fiskeldi, nú er alltaf verið að tala fiskeldi. Fiskeldi er einmitt mjög þekkt nýting á jarðvarma og til dæmis Stolt Seafarm á Reykjanesi er mjög gott dæmi það og svo sem náttúrulega við erum með fiskeldi í Öxarfirðinum en þar er einmitt, nú er ekki að nýta tækifæri fyrst við nefnum Öxarfirðin og nefna að þar er náttúrulega bara ofboðslega stór auðlind, mikið af heitu vatni og kannski líka bara ítreka það einmitt að samkeppnin er opin fyrir hugmyndir af nýtingu á öllu Norðurlandi eystra þótt að við séum með fókusinn á Vaðlaheiðargöngunum. Nákvæmlega. Og verðlaunaféð fyrir bestu hugmyndina er hvað? Heyrðu, það er að minnstu kosti 1,5 milljón og þannig að það er alveg til mikils að vinna. Við ætlum svo að vera með sýningu á tillögunum þegar þar að segja í lok samkeppninnar þegar búið að velja bestu tillöguna og halda upp á eins og afmæli EIMS í leiðinni. Þannig að ég held að það verði svakalega skemmtilegt og vonandi tekst okkur að skapa umræðu í samfélaginu einmitt nýjar og skemmtilega leiðir til þess að nýta lágvarmann. Og það er náttúrulega alltaf verið að tala byggðamál á landsbyggðunum að hvernig er hægt að skapa meiri vinnu og þá skiptir þetta oft máli að nýta auðlindirnar. Gríðarlega miklu máli og bara svona sem dæmi þá var ég í Öxarfirðinum í gær og það er kona að undirbúa jarðarberja, að fara af stað með jarðarberjarækt einmitt, nýta orkuna í Öxarfirðinum í það og það er mjög gott dæmi einmitt þar sem er hægt að rækta verðmæta vöru, berjarækt. Svona, hvað maður að segja, orðið mjög vinsælt að nota ber, fersk ber og hugsa ykkur ef við gætum verið nánast sjálfbær með berjaframleiðslu til dæmis. Þurftum ekki að vera að flytja þetta inn.
En hvað, eru þið endilega að horfa á, hvað mikilvægast fyrir ykkur? Er það í samkeppni, er það að skapa sem flest störf, er það nýstárlegasta hugmyndin, er það svæðið, er það sem er mest töff eða eða arðsemi eða hvaða sjónarmið eru? Já, það má í rauninni segja að sé allt þetta sem þú nefndir og kannski líka einn punkturinn er hérna náttúrulega möguleiki á arðsemi, annar er að þetta sé eitthvað nýtt og spennandi. Náttúrulega draumurinn er náttúrulega að við fáum einhverjar glænýjar hugmyndir sem að hérna hafa aldrei komið fram áður um nýtingu lághita. Það er hérna líka störf og ýmislegt fleira en hérna kannski líka bara hvort að það séu líkur á að hugmyndin verði að veruleika. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega skiptir líka máli. En Eimur, hvað hefur gerst á þessu ári sem að þið hafa verið starfandi? Það hefur nú alveg fjölmargt gerst. Við hérna fyrsta árið hefur náttúrulega farið svolítið bara í undirbúning og annað slíkt. Ég kom til starfa bara í september. Og þetta er samstarfsverkefni nokkur aðila? Já, við erum í eigu Landsvirkjunar, Norðurorku, Orkuveitu Húsavíkur og svo Eyþings sem eru samtök sveitafélaga hérna á Norðurlandi eystra. Og hérna það skiptir okkur náttúrulega gríðarlega miklu máli að vera með þetta sterka bakhjarla. Það sem að hérna er kannski líka svolítið öðruvís og skemmtilegt við þetta verkefni með mörg önnur svona þróunarverkefni er að við höfum smá fjármagn til þess að gera eitthvað. Það er ekki bara hérna ráðinn starfsmaður sem á að bjarga heiminum og svo bara ups, ég er ekki með pening til þess að gera neitt. Heldur erum eitt smá peningu til að gera eitthvað og hérna ég held að það gæti skipt sköpum árangur svona verkefna. Hvernig er svona stemmarinn, ef maður má spyrja þannig, fyrir því að fara og huglega þetta? Fyrir fólk ekki strax samt eitthvað að pæla? Erum við að tala um einhverja virkjanir eða stórframkvæmdir, verður fólk neikvætt eða hvernig er svona, já, hvernig er stemmarinn? Hann hefur verið alveg ótrúlega góður og ofboðslega gaman að ræða jarðhita og tækifæri tengd jarðhita við fólk og þannig kannski svolítið þannig að raforkuframleiðsla í Íslandi hefur kannski að ósekju verið að fá svolítið slæmt orðspor. Mín skoðun er svo, ég reyndar mikil umhverfissinni og hérna mér finnst mjög mikilvægt að við vöndum okkur þegar við erum að ráðast í virkjanaframkvæmdir eða annað slíkt. Náttúrulega kosturinn við jarðhitann til dæmis er náttúrulega að það er ekki svo mikil hérna það er ekki verið að byggja upp lón eða neitt svoleiðis en það er samt svo mikilvægt að vera með lónin til þess að í rauninni safna sem batteri í rauninni nákvæmlega og hérna ég held að okkur Íslending við erum náttúrulega hérna svolítið orkusóðar og við eigum okkur ber svolítið skylda til þess út af því að við höfum alla þessa grænu orku til þess að nýta hana og hérna nýta hana til góðs. Og hérna það er mitt oft nefnt, ferðamenn eru oft nefndir í þessu samhengi og hérna ég held að við eigum einmitt að fara að líta á þetta aðeins öðruvísi í staðinn fyrir að vera að fela raforkuframleiðsluna fyrir þeim, frekar að opna hana og sýna þeim hvað við erum að gera góða hluti og vera bara svolítið stolt af því að vera með alla þessa grænu orku. Og bara svona sem dæmi þá hérna hann Sigurður Ingi Friðleifsson gaf mér bók daginn frá hérna Þýskalandi, ferðahandbók sem sagt Þýskaland, alveg bara hnausþykk og hérna það eru engin söfn eða engar hérna kirkjur eða, jú ég lík því nú reynda það er ein kirkja og hún er sem sagt þarna út af því að þeir skiptu út þakinu og settu sólarsellur í staðinn. Og þetta eru sem sagt bara svona áfangastæðir í Þýskalandi þar sem þú getur skoðað renewable energy. Endurnýjanlega orkugjafa. Nákvæmlega. Og hérna sem náttúrulega steinleikur fyrir okkur á Íslandi og eigum að vera löngu búin að gera þetta. Nákvæmlega. Og þetta er kannski svolítið framtíðin og þarf að hóla steinin í þessu en eins og segir, við erum samt svolítið orkusóar þegar það kemur að okkur sjálfum og einkaneyslunni. Alveg svakalega og við hérna þó að við eigum og orku þá verðum við samt að umgangast auðlindina af ábyrgð og virðingu sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægt og við getum gert miklu betur þar og þar á meðal með lághitann. Það er náttúrulega hérna, þetta er ofboðslega gott dæmi auðlind sem að væri hægt að nýta miklu betur og hérna
og það er náttúrulega mikið, vandinn við lágheitan hins vegar er að það þarf helst að nýta hann mjög nálægt upprunanum. Þess að þetta er ekki eins og rafmagnið þar sem við getum bara leitað eftir strengjum, heldur þarf að nýta hann í rauninni hjá upprunanum. En það eru fjölmörg tækifæri nefnilega og líka í tengslu við virkjanir til dæmis. Það er eins og á Þeistareykjum þá er náttúrulega lágheiti sem er ekki hægt að nýta til raforkuframleiðslunnar sem að fellur til og væri hægt að nýta til dæmis, geta alveg séð fyrir sér til dæmis gróðurhús eða hvað sem er. Einhvers konar ylrækt. Já, og þar kannski komum við aftur, ef við komum aðeins aftur á samkeppninni, að það er einmitt tilgangur með samkeppnina að reyna að virkja alla Íslendinga og svo sem samkeppnin er bara opin öllum og virkja fólk til þess að hugsa þetta aðeins með okkur. Hvernig getum við nýtt lágheitan betur? Svona Lóku, þú ert búin að vera í 1 ár, það er verkefnið er náttúrulega langt frá því að vera eitthvað búið, þetta er langtímamál. Jú. Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart á þessu fyrsta ári? Já, það er kannski eins og við komum aðeins inn á í upphafi hvað fólk virðist ekki átta sig á hvað það er mikill jarðhiti á Norðurlandi eystra. Það reyndar fæ ég oft, ég hef svolítið verið að fara á suður og fundi og svona segja frá því sem við erum að gera og það kemur oft bara já, einmitt, já það er jarðhiti fyrir norðan, einmitt. Og svo kemur bara já, einmitt, jú, ég man nú eftir jarðfræði í gamla daga, þú veist, þegar maður sá kortið og jú, þetta liggur, jú, það meikar náttúrulega alveg sens að jarðhiti fyrir norðan. Og auðvitað þegar fólk fer að hugsa það, þá náttúrulega jarðböðin og mörg önnur dæmi þar sem við erum virkilega að nýta jarðhitan á svæðinu og þetta er, við eigum að svona, já, vekja meiri athygli á því og það er kannski eins og ég segi, þetta sem hefur komið mest á óvart. Og þú strax fengið viðbrögð? Já, og það er náttúrulega eina hugmyndin kveiknar í rauninni út af því að það var svo mikið af hugmyndum í heitu pottunum á svæðinu, þar sem fólk var að velta fyrir sig nýtinguna á vatninu í Vaðlaheiðinni. Þannig að jú, fullt af hugmyndum kom fram nú þegar og bara hvet fólk til þess að taka þátt. Að gera og það er væntanlega hægt að fræðast þetta allt saman á eimur.is. Eimur.is, einmitt nýju heimasíðan okkar. Yndislegt. Takk fyrir komuna og það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Bara takk fyrir að taka á móti mér. Og með þessu þá bara ljúkum við föstudagsþættinum í dag og segjum yfir yndislega helgi.